Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því sem að Arctic Green Energy hefur verið að gera í jarðhitamálum erlendis og þá aðalega í Kína. Ég ætla að tala íslensku en glærurnar hafa samt fengið að vera á ensku, þannig að ef það er einhverjir í salnum sem er ekki fullkomlega íslensku mælandi þá geta þeir fylgst með líka. En þetta er allt of algeng sjón í dag. Við sjáum þessar stórborgir og síðan svarta mengunarþoku sem liggur þar yfir. Þetta er verst í köldu löndunum yfir háveturinn þegar verið er að kynda, enda eru 80% af kyndingu og af kælingu í heitari löndum knúið áfram af mengandi jarðefnaeldsneyti. Og ef við horfum á orkunotkunina, þá eru 70% af allri orku sem notuð er í heiminum, hún er notuð í borgum. Og 50% af allri orku er notuð til hitastýringar á byggingum. Það er að segja annaðhvort hitun eða kæling. Þannig að þetta er svona stærsta áskorun í orkumálum heimsins í dag. Það er að segja hvernig borgir eru hitaðar eða kældar á 21. öldinni. Það er bara lykilatriði í umhverfismálum og í þessari baráttu fyrir hreinu lofti. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni þá eru 7 milljónir manns sem að deyja árlega af völdum loftmengunar. Þar af 600.000 smábörn undir 5 ára aldri. Og það talaði að 9 af 10 börnum hafi ekki aðgengi að hreinu lofti til að anda að sér. Þannig að þetta er augljóslega stórmál. Hérna sjáum við kort yfir tíðni dauðsfalla af völdum loftmengunar. Rauðu löndin eru þau lönd þar sem að tíðni dauðsfalla er hæst og af þessum 7 milljónum sem látast árlega þá er helmingurinn í 2 löndum, það eru Kína og Indland. Meðan við hérna á Íslandi státum okkur að því að vera í bláa hópnum sem að hefur hvað lægsta tíðni dauðsfalla vegna loftmengunar. Enda er þetta Ísland í dag. Blár himinn, hreint loft, en við gleymum því stundum líka að þetta hefur ekki alltaf verið svona. Þessi mynd er tekin ef ég man rétt árið 1938. Og hvað hefur breyst? Sama sjónarhorn, sömu hús að mestu, Hallgrímskirkja hefur bæst við og aðeins færri að skauta. En stóra málið er náttúrulega þetta að þetta svarta mengunarský er horfið. Á þessum tíma var Reykjavík kynt með olíu og kolum en síðan smátt og smátt, hús fyrir hús, götu fyrir götu, hverfi eftir hverfi hefur Reykjavík orðið að fullu jarðhitavædd. Og þetta er svona okkar framtíðarsýn, þetta er það sem við viljum sjá sem víðast út allan heim að þróunin verði svona. Og hverjir erum við? Arctic Green Energy. Arctic Green Energy er alþjóðlegt orkufyrirtæki í endurnýjanlegri orku og aðallega jarðhita. Við erum með mjög sterkar rætur á Íslandi og módeli hjá okkur er það að nýta þessa sérþekkingu og reynslu sem að skapast hefur í jarðhitageiranum á Íslandi yfir 100 ára af reynslu í nýtingu jarðhita til þess að byggja upp verkefni erlendis. Og við fáum átt að heyra það, jú, það er auðvelt fyrir ykkur Íslendinga að tala jarðhitanýtingu, þið búið á eldfjalllegi, sem er alveg skiljanleg hugsun, en menn festast oft í því að horfa á jarðhitanýtingu bara sem nýtingu háhita til rafmagnsframleiðslu. En gleyma því oft að það er bara mjög víða út allan heim sem eru
góðar lághita auðlindir sem henta vel í beina nýtingu eins og til dæmis húshitun og þar á meðal í Kína. Hér skjáskot frá síðastliðnu ári úr fréttum þar sem er sagt frá því að stærsta verkefni Íslendinga í umhverfismálum sé í Kína og þar verið að vísa í þetta samstarf Arctic Green Energy og Sinopec, kínverska ríkisolíufélagsins, sem að reka í samstarfi stærstu jarðvarmaveitur heims þarna í Kína. En hvernig atvikaðist það að Ísland var allt í einu komið í lykilhlutverk í því að byggja upp jarðhitanýtingu í Kína? Nú, árið 2002 þá kom til Íslands í opinbera heimsókn Jiang Zemin, þáverandi forseti Kína, og á móti honum tók Ólafur Ragnar Grímsson forseti. Og meðal annars þá fór Ólafur Ragnar með Jiang Zemin í heimsókn í Nesjavallavirkjun. Og verandi verkfræðingur sjálfur var Jiang Zemin svo heillaður af þessari virkjun að hann staldraði þarna við mjög lengi og spurði hverja skrúi í virkjunni og all hans dagskrá restin á deginu var sett úr skorðum. Davíð Oddsson beið klukkutímum saman upp á Þingvöllum með heita könnunni og rjómapönnukökkur og skildi ekkert í þessu. En allavega þegar að Jiang Zemin kemur aftur til Kína þá segir hann sínu fólki það að Kínverjar verði að fara að nýta sínar jarðhitaauðlindir og til þess að ná árangri því verði þeir að gera það í samstarfi við Íslendinga. Þannig að þá byrjaði þetta samtal á pólitísku leveli milli ríkjanna tveggja sem að síðan þróast út í það með aðkomu einkageirans að það var sett á stofn joint venture eða svona samstarfsfyrirtæki sem að núna í tæplega helmingseigu Arctic Green Energy og rúmlega helmingseigu Sinopec. Þetta var stofnað árið 2006 og hefur skilað hagnaði síðan 2009 og þetta hefur vaxið hratt og núna orðið að, eins og áður sagði, stærsta jarðvarmaveitu fyrirtæki heims. Við erum leiðandi á Kínamarkaði bæði í stærð og í tækni og höfum nýtingarrétt af mörgum af bestu jarðauðlindunum í Kína. Ég ætla ekki að drepa ykkur úr leiðendum með of miklu af statistík en bara svona rétt til að gefa ykkur hugmyndum stærðargráðuna á þessu. Við erum að hita húsrými upp á 40 milljón fermetra sem það bil 1,5 milljón manns sem kannski ekki stórt á kínverska mælikvarða en ef við setjum þetta í samhengi við Ísland þá erum við að hita svona 4-5 meira en allar íslenskar hitaveitur til samans. Þannig að það munar alveg minna. Við erum í 50 borgum og bæjarfélögum, höfum sparað 7,5 milljón tonna af koldíoxíð útblæstri. Það líka mikil svona rannsóknar og þróunvinna í fyrirtækinu, mikil nýsköpun og það hefur verið skráð núna yfir 50 einkaleyfi í Kína. Við erum komið með yfir 600 borholur og yfir 500 hitaveitustöðvar. Og hér sjáum við kort af Kína og hvar við erum að vinna þar, á helstu svæðunum. Í Kína þetta ekkert flókið. Það lína sem dregin hérna, austur og vestur. Norðan við þessa línu hitað, sunnan við þessa línu ekki hitað. Við höfum leyfi til að kveikja á hitaveitunum 15. nóvember ár hvert og við skrúum fyrir 15. mars ár hvert. Við byrjuðum hérna í Shanxi héraði 2006 eins og það sagði og 2009 byrjuðum við okkar fyrstu verkefni í Hebei héraði sem að nú orðið okkar stærsta markaðssvæði.
Svona dæmigert verkefni hjá okkur í Kína er eitthvað á þessa leið. Það er boruð borhola sem að meðaltali rúmir 2 kilometrar. Vatninu, jarðhitavökvanum er dælt upp. Hann fer inn í varmaskipti. Í varmaskiptunum er ferskvatn hitað upp og það er síðan notað í lokuðum hring til þess að hita upp húsnæðið. Þegar búið er að nýta varman úr jarðhitavökvanum þá er honum dælt aftur niður til að tryggja sjálfbæra nýtingu á auðlindinni. Þannig að allt sem kemur upp fer aftur niður og á sama tíma sirkulerar sama vatnið hring eftir hring í lokuðu kerfi. Þannig að sóun er lágmörkuð. Hér séum við nokkra borgir sem hafa farið í gegnum þetta ferli, þessa umbreytingu af völdum jarðhita. Við þekkjum náttúrulega Reykjavík og svo eru hérna nokkrar borgir í Kína til viðbótar. Þar á meðal Xiongxian sem hefur verið svona flaggskipið okkar í Kína. Má ég sjá, hvað eru margir hérna inni sem hafa heyrt Xiong'an borg í Kína? Það ekki margir sem kemur mér sjálfur sér ekki mikið ávart, en það er alveg merkilegt hvað það verkefni hefur fengið litla athygli í fréttum á Vesturlöndum með hvað þetta er risastórt. Ráðamönnum í Kína fannst vera orðið svolítið mikið álag á Beijing, mikil mengun, mikil umferð, mikið af fólki og sá að það þurfti að gera eitthvað í málunum. Þannig að eins og Garri ákvað að byggja nýtt hús, þá ákvað Kínastjórn að byggja nýja borg. Og ekki bara einhverja smá borg, heldur nýja risaborg sem ætla að byggja frá grunni 100 kilometrum sunnan við Beijing. Í fyrsti fasi verður 100 ferkilometrar, en þegar borgin verður að fullu byggð mun hún vera 2000 ferkilometrar sem eru svona 3-4 sinnum stærðargráðan á New York borg. En það vill svo skemmtilega til að þessi nýja borg mun sitja akkúrat ofan á einu besta jarðhitasvæði Kína. Og við höfum verið að vinna á þessu svæði, vorum búin að vera að vinna þarna í mörg ár áður en að þessi ánægjulega tilkynning kom frá stjórnvöldum. Og þar á meðal í bæjarfélaginu Xiongxian sem að er 300.000 manna bæjarfélag og þar fengum við fyrir nokkrum árum viðurkenningu frá Kínverska ríkinu fyrir það að hafa skapað fyrstu loftmengunarlausu borgina í Kína. En þar höfum við skipt út 95% af hitunni úr jarðefnaeldsneyti yfir í jarðhita. Þannig að það eru gríðarlega spennandi tækifæri og skemmtileg tími framöndan að fylgja þessu öllu á eftir og taka þátt í uppbygginguna af þessari nýju borg. Xiong'an á líka að vera mesta hátækniborg í heimi. Náttúrulega öll orka sem að fer þangað inn á að vera hrein og endurnýtanleg. Þessa myndi tók ég þegar ég fór þarna síðast í desember. Inn í miðbæ Xiong'an máttu ekki koma á mengandi farartæki. Þannig að við þurftum að leggja bílnum okkar fyrir utan miðbæinn og svo erum við transportuð þaðan í rafmagnsbílum. Þarna er allt fullt af sjálfkeyrandi bílum, það eru sjálfkeyrandi strætóar, götusópurinn er sjálfkeyrandi. Svo erum við á gangi hérna á götunni, þá kemur sjálfkeyrandi sjálfsali, stoppar hjá okkur. Þar skannar samstarfskona mín QR-kóða með símanum og út kemur kaffibolli og svo keyrir bara sjálfsalinn í burtu. Þannig að það er svona mjög gaman að þessu, manni finnst maður svona hafa aðeins fengið að stíga inn í tímavél og kíkja inn í framtíðina þegar maður kemur þarna. Og á þessu sama svæði erum við með þessar hitaveitur. Þetta er svona state of the art hitaveitubúnaður
sem að við erum með og munum halda áfram að byggja þetta upp. Hvernig er einu svona tíma? Já, ok, ég skal reyna að flýta máli mínum. Bara rétt þó að umhverfismálin séu góð og það sé gott að verkefni okkar hafi jákvæð áhrif á umhverfið, þá þarf þetta líka að ganga upp út frá viðskiptalegum forsendum og sjáum við þetta gaman svona samanburð á kostnaði til endanotanda fyrir húshitun á mismunandi mörkuðum og við sjáum það að lægstu verðin sem boðin eru annars vegar á Íslandi og hins vegar í Kína á þeim svæðum sem að verið er að hita með jarðhita. Þannig við sjáum að á alþjóðavettvangi er jarðhiti mjög samkeppnishæfur sem orkugjafi. Við höfum líka sett á stofn kínverskt íslenskt rannsóknarsetur í jarðhita sem var stofnað af Arctic Green Energy, Sinopec og Orkustofnun. Undir þeim sama hætti er líka jarðhitaskóli sem að hóf störf í Beijing núna síðastliðinn nóvember sem að þá hófst kennsla fyrir fyrstu nemendur og í þessum skóla eru fyrirlesarar frá Jarðhitaháskóla Sameinuðu þjóðanna hérna á Íslandi og frá Arctic Green Energy og Sinopec. Og ef við horfum til framtíðar, núna þegar við erum búin að sýna fram á það að þetta íslenska módel virkar ekki bara á Íslandi, heldur líka á fjarlægum mörkuðum eins og til dæmis í Kína, þá fáum við sífellt meiri athygli og fleiri lönd sem að leita til okkar og hafa áhuga á því að vinna með okkur. Við erum að hefja starfsemi í Kazakstan og erum í viðræðum með skoðun á fleiri löndum eins og Mongólíu, Ungverjaland, Pólland og fleira. Við tökum í þó nokkur box á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Og svona rétt að lokum bara nokkrar svipmyndir. Þetta er þegar skrifað var undir stóran lánasamning við Asian Development Bank. Svo tökum við á móti mjög mörgum kínverskum sendinefndum hingað til Íslands. Það eru núna þegar okkar verkefni eru farin að vekja þetta mikla athygli í Kína. Þá er bæjarfélag til bæjarfélag, héraðsstjórn til héraðsstjórn sem hefur áhuga á því að koma til Íslands og kynna sér það sem við erum að gera í jarðhitamálum hér á Íslandi. Þannig að þetta á örugglega eftir að halda áfram að vaxa og dafna í framtíðinni. Takk fyrir.